Hér voru mjög góðar og jákvæðar umræður þetta þar sem að kemur fram að menn vilja snúa vörn í sókn í þessu máli, hvað varðar atvinnuþættina, þau atriði sem snúa hér að atvinnumálum á Suðurnesjum og mér fannst vera jákvæður tónn í þessu, það er viss eftirvænting varðandi það hvaða aðstaða skapast hér og hvaða starfsemi geti passað inn í hana. Þannig að þrátt fyrir þessa erfiðleika sem að núna er við að glíma þá eru menn staðránir í því að gera það best úr þessu og skapa hér ný tækifæri. Ég er mjög þakklátur fyrir það hvað menn horfa mikið til framtíðarinnar og það er engin svartsýni uppi og menn eru fyrst og fremst að horfa til þeirra tækifæra sem skapast við þessar aðstæður. Þannig ég er alveg viss það að ríkisstjórnin og sveitarfélögin hérna á svæðinu eiga eftir að eiga gott samstarf þessi mál. Hvað kom nýtt fram á þessum fundi sem var hér í dag? Við stiltum saman krafta okkar, stéttarfélögin með Reykjanesbæ og svæðisvinnumiðlun og skólakerfinu að taka höndum saman það að taka á móti því fólki sem nú er að fá uppsagnir á allra næstu dögum það að bjóða fólki þjónustu, bjóða fólki aðstoð að taka við því og fara strax í að fara í atvinnuleit eða bregðast við þessum óskapniði sem uppsagnir eru. Þannig að þetta er samhent átak allra sem koma að þessu? Já, það er algjörlega samstillt átak og við í þeirri merkingu stofnum hér fyrirtæki eða starfshóp sem ætlar að fara sameinað í það verkefni. Þetta er búið að vera annars vika hjá ykkur, öllum sem koma að þessu máli. Hvernig eru máli eitthvað að róast upp á velli? Eru starfsfólk að kannski sætta sig við orðin hlut núna loks? Það er urgur í fólki þó að óvissunni sé létt að því leyti til að nú vita menn það að þeir fá uppsagnir en það er urgur í fólki vegna þess að við þessi tíðindi þá að byrja á því að gera þjófaleit á öllu starfsfólkinu þegar það var að fara heim eftir að hafa fengið fréttirnar. Það fór ekki vel í mannskapinn. Tæplega 600 uppsagnarbréf biðu íslenskra starfsmanna varnarliðsins hér í morgun á Keflavíkurflugvelli. Hjá öllu nema starfsmönnum í snjóruðningsdeild verður síðasti starfsdagurinn 30. september næstkomandi. Hvernig eru viðbrögð starfsmanna upp á velli eftir þennan fund sem var núna í morgun? Ég held að það bara er mjög hissa. Hvernig kom eitthvað nýtt fram á þessu fundi? Við bara fengum tölvupóst í morgun, við ættum að mæta 10:30 upp í Henger. Við fórum þangað og við skildum allavega ekki minn hópur, skildum ekki neitt. Það var ekkert sem kom þar í ljós? Nei, það er bara illa skipulagt. Og hvernig horfir starfsfólk upp á velli núna til framtíðar? Er fólk eitthvað vondauft eða? Það er náttúrulega engin framtíð, þetta er búið spil. En með framtíðina á öðrum vettvangi? Ég veit það ekki. Já. Bara fólk að fara að leita sér vinnu? Já, það er náttúrulega fyrir að leita og er búið að vera að leita. En það er ekki mikið að vera hér í Keflavík. Teljið að þurfi að gera eitthvað átak mjög fljótlega í þeim efnum? Það þarf að gera svo mjög fljótt. Hvernig er þetta eitthvað sem að einkennist ástandanum frá vonbrigðum eða er þetta bara eitthvað sem allir áttu von á? Við náttúrulega erum búin að vita þetta í nokkra mánuði eða einhver tíma en ekki að þeir myndu bara fara 1, 2 og 3. Já, það trúði því enginn að varnarliðið myndi fara. Það var bara algjör afneitun hægt að segja. En við vorum eitthvað búin að hafa af þessu áhyggjur og vorum búin að fara á fundi með ráðamönnum. Við vorum búin að hitta meðal annars Steingrim Hermannsson og ræða það hvernig viðbrögð við ættum að hafa ef að varnarliðið færi. Við fengum náttúrulega bara engin viðbrögð við því að það trúði ekki nokkuð maður að varnarliðið myndi fara og allir gengur bara því vísu að þeir myndu hafa þá. En nú eru þeir farnir og fyrir allmörgum árum og engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur, segi ég í þessu sambandi. Því að dollararnir sem komu frá varnarliðinu fyrir vinnu fólksins, þeir voru bara alveg nákvæmlega þeir sömu og voru að koma hér fyrir fiskin okkar.
auðvitað voru þetta grjótharðar gjaldeyristekjur sem fólk skilaði á hverjum degi og alla daga ársins og þannig að herinn var bara stóriðja hér í heiðinni á þeim tíma. Já, Guðbrandur, þú hlýtur að hafa fengið mikil viðbrögð frá þínum félagsmönnum í dag. Jú, menn eru bara alveg logandi yfir þessum fréttum sem hafa verið að berast inn á borð til okkar og ráðalausir vita nánast ekkert hvað er að gerast en þetta er skelfilegt áfall. Það eru heilu fjölskyldunar sem eru jafnvel að missa sitt lifibrauð bara með svo stuttum fyrirvara. Já, það eru auðvitað fyrirvinnur sem eru þarna eins og annar staðar og það er náttúrulega bara skelfilegt að standa frammi fyrir því að hafandi eitt kannski allri ævinni í það að vinna á þessum stað að vinnustaðurinn er bara að hverfa einu vettvangi nánast. En hver eru framtíðar horfurnar núna í allra nánustu framtíð? Er eitthvað á sjóndeildarhring sem að geti mögulega vegið upp á móti þessu áfalli? Ég sé það ekki akkurat núna. Ég vildi óska þess ég sagði það. Ég held að hafi enginn gert ráð fyrir að þetta væri að bresta á. Og við erum auðvitað frá degi til dags bæði innan verkefnishreyfingarinnar og í bæjarstjórnunum að velta fyrir okkur möguleikunum til þess að auka fjölbreytni í atvinnulífi en að þurfa að taka á þessu reiðarslagi óað engan fyrir en menn verða vissulega núna bara að spýta í lófana. Það er ýmislegt hægt að gera. Það liggur á borðinu til dæmis hjúkrunarheimili, það er hægt að hraða framkvæmdum það. Það er hægt að auka starfsemi heilbrigðisstofnunar verulega. Einhvers konar tilflutningur á verkefnum frá ríki til sveitarfélaga og þá með það fyrir augum að þetta fólk geti þá fara að vinna við slík verkefni. Menn verða að hraða vinnu við þetta. Við höfum hugsanlega 9 mánuði til þess að fara yfir þetta og við verðum bara að vinna mjög hratt. Hvar sér þú helst sóknarfæri? Já, ég sé þau þarna í þessu sem ég var að nefna að menn hafa auðvitað verið að tala um álver í Helguvík en það leysir ekki vanda vinnandi kvenna upp á flugvelli sem er að missa vinnun eftir 9 mánuði eða vinnandi karla. Það er álver tekur að minnstakosti 3 ár, það á eftir að fara í umhverfismatið og þá á eftir að hrinda þessi framkvæmd en þannig að álver er ekki lausn á þessu vandamáli. Það hefði getað verið lausn á því eftir 2 ár en við þurfum að nú þarf að finna skyndilausnir og það er ekkert verkefni fárra að finna út úr því. Menn verða að leggjast á eitt í að finna það. Ekki bara sveitarfélögin í kring, heldur ríkisvaldið einnig. Mér finnst við að eiga það inni á ríkisvaldinu. Gætirðu lýst andrúmsloftinu þegar það var tilkynnt að varnarliðið myndi fara? Jú, það var bara paníkástand. Ég held að ég get ekki, það var svona bara eins og hefði komið stór jarðskjálfti. Fólk var auðvitað skelfingu lostið. Þegar við sjáum fram á það að við séum að missa framfæri og það sem við höfum verið að gera og ástunda svo áratugum skiptir, þá er það auðvitað mikið áfall þegar það er tekið fram hann á einu bretti. Þannig að það var allt undirlagt í samfélaginu á þessum tíma. Við skulum ekkert vera að draga úr því, þannig var það bara. Og ég skil það vel að það fólk sem að misti vinnuna sína, það skildi eiga erfitt næstu vikur og mánuði þarna á eftir. Og var þetta mikill skellur fyrir atvinnulífið þegar svo var lokað upp á velli? Fyrir mjög marga var þetta mikill skellur og menn tóku þetta mjög nærri sér og þeir bara, ég veit þó nokkuð margar sem að héldu bara að það væri nánast öllu lokið og þeir myndi aldrei fá aftur vinnu. En við tókum saman höndum við bæjarfélagið og þáverandi bæjarstjóra, Árna Sigfússon, og að við settum á fót svona óformlega eftirlit eða aðstoð við þá sem voru að missa vinnuna hjá varnarliðinu og það var haft samband við alla í þó nokkuð tíma og því var hætt þegar það voru einhverjir
10 eftir á listanum eða svo að þá töldu að því verki var í lokið. En mönnum var boðið upp á alls konar aðstoð, námskeið, gerð starfsferilskráa og þess aftar og ég veit að menn höfðu mjög gott af því að átta sig á því svona með því að draga saman hverjir þeir væru og hvað þeir gætu og síðan nýttu sér þessi námskeið og þessar starfsferilskrár til að sækja vinnu á stöðum. Og þetta jók sjálfstraust manna mikið við það að fara í þessa uppbyggingu á sjálfum sér og það eiga bara allir sem að stóða þessu hrós skilið hvernig það var gert. Það hefur gengið á ýmsu síðustu daga eftir þessi ákvörðun Bandaríkjahers að fara héðan frá Íslandi og þessi orð eiga sem sagt vel við óviðkomandi bannaður aðgangur því að fjölmiðlum hefur líka verið meinaður aðgangur og við höfum því ekki getað tekið púlsinn á svæðinu innan girðingar. Jæja, Friðþór Eydal, fyrirverandi upplýsingafulltrúi varnarliðsins, varst nú hérna í mörg ár og þekkir söguna gríðarlega vel. Rifjaðu nú upp með okkur aðeins hvernig síðustu daga varnarliðsins og aðdragandan að brotthvarfi þess. Aðdragandi var náttúrulega langur eins og við þekkjum og hófst í raun strax við lok kalda stríðsins þarna 1990. Þá fóru strax að heyrast raddir samdrátt og fljótlega var hrint í framkvæmd af skiljanlegum ástæðum. En svo gekk þetta nú í næstu 15 árin í bylgjum og svo má segja, allt eftir því hversu mikla athygli þetta fékk, fyrst og fremst í bandaríska stjórnkerfinu. En eftir á að hyggja þá náttúrulega var þetta óumflýjanlegt og ég viss það að ef það gerðist ekki árið 2006 þá hefði það gerst bara á næstu árum þar á eftir. Það er alveg sama hvað held ég hefði verið samið einfallega vegna þeirra stríða og athafna sem Bandaríkjastjórn stóð í víða heim og endataflið kom náttúrulega til eða orsök þess var náttúrulega einfallega að það var ekki lengur hægt að verja innan bandaríska stjórnkerfisins og alls ekki innan Bandaríkjahers þetta úthald sem var verið með hér upp á Íslandi að þér virtist engum til gagns á meðan að menn stóðu blóðugir upp yfir axlir í styrjöldum út í heimi og þurftu á að halda bæði peningum og mannafla og búnað. Maður hefði á tilfinningunni hafandi verið hérna líka og skoða söguna að Íslendingar við héngum á þessu varnarliði eins og hundar á roði. Íslendingar náttúrulega skiptust í mörg horn og svo má segja alla tíð með tilliti til veru varnarliðsins hérna. En þeir tóku snemma þá ákvörðun, þar að segja íslensk stjórnvöld, að vera ekki að reyna að kljást við samstarfsmenn sína, Bandaríkjamenn eða NATO þess vegna, á grundvelli einhverjar herfræði vegna þess að það var ekki þeirra sérþekking þeirra lá ekki þar. Þeir hins vegar voru vel að sér í að reka pólitík og af þeim sökum að þá var nálgunin frá Íslands hálfu alltaf á pólitískum nótum. Samskiptin fóru fram á æðstu stöðum, fóru fram á sviði eða sérst á ríkisstjórnarleveli og svo má segja. Og þannig að þegar að koma að því að herinn vildi fá einhverjar breytingar að þá að sjálfsögðu gripu menn til þeirrar taktíkar sem að þeir þekktu og notuðu hana eins og þeir höfðu gert löngum fyrr. Nú hef ég heimildi fyrir því að það séu margir sem að koma að þessu sem að telja eftir á að ef að Íslendingar með ráðherra í fararbróti hefðu ekki verið svona harðir á því að varnarliðið færi alls ekki, heldur hefðu farið samningaleiðina, þá hefði varnarliðið hugsanlega ekki farið í öllu sínu veldi, heldur skilið eftir einhvern hlut af starfsemi sem þeir síðan gerðu ekki. Hvað segir þú um það? Þetta er mjög skiljanleg afstaða og dálítið sem ég hef sjálfur verið að rannsaka svolítið
Ég var nú vitni að ýmsu í þessu sambandi á þessum síðustu árum sem að sérstaklega þarna á árunum frá 2001 til loka og ég nú þáttakandi í sjónvarpsþáttagerð sem núna í gangi sögu varnarliðsins þar sem við komum til með að taka á þessu, meðal annars með viðtölum við menn sem stóðu og komu þarna nærri og vonast til þess að leiða það í ljós. Það að segja á hvern veginn þetta var, en ég held svona eins langt og ég hef komist í þessu máli nú þegar að eins og ég lýsti áðan að þótt að ekki hefði komið til þessa brottfarar árið 2006, þótt að hefði verið tekist að semja eitthvað samdrátt, þá hefði hann náttúrulega í fyrsta lagi verið verulegur og alltaf falið í sér að orrustuþoturnar hefðu farið, því það var það samningsumboð sem menn höfðu og ætluðu sér, að þá hefði komið til þess á endanum að liðið hefði verið kallað allt tilbaka. Núna 10 árum síðar, þegar þú lítur til baka, þekkjandi söguna svona vel og hafandi verið hérna inn í hringiðunni, hvernig svona horfir þú á þetta, svona, hvernig þín sýn á þetta núna 10 árum síðar? Ég hef nú eiginlega hort svolítið til þeirra umræðu sem hefur verið upp á síðkastuðum að hvort og kannski það sem ég vil meina að sé hjá sumum eins konar óskhyggja það hvort að Bandaríkjamenn sé ekki að koma aftur til Keflavíkurflugvallar. Þetta hefur maður alltaf heyrt og ég hef alltaf fengið þessar spurningar reglulega í gegnum tíðina því ég hef nú tengst þessum málum áfram í starfi hjá Isavia. En því nú til að svara að svo áreiðanlega ekki. Bandaríkjamenn voru hér fyrst og fremst á eigin forsendum eins og hvert annað ríki sem að auðvitað ekki neitt góðgerðarstarfsemi. Það vildi bara svo til að hagsmunir Íslendinga fóru vel saman við hagsmunir Bandaríkjanna og annarra NATO-landa á árum kalda stríðsins og komið þeir hér aftur með einhverjum öðrum hætti að þá verður það bara í hagræðingarskyni eins og það hefur alltaf verið gert miðað við þau verkefni sem að uppkunna koma eða fyrir liggja á hverjum tíma. Ákvörðun bandarískra stjórnvalda að fjarlægja herlið sitt frá varnarstöðinni í Keflavík fyrir október kom sem reiðarslag yfir íbúa Suðurnesja og allavega til sá einstaklingur suður með sjó sem málið snertir ekki persónulega því að viðkomandi vinnur ekki þegar á varnarstöðinni þekkir hann alltaf eitthvað sem það gerir. Stjórnmálamenn og aðrir framamenn og konur hafa tjáð þetta mikla hitamál, en hvað finnst almennum borgurum? Þetta náttúrulega mjög slæm áhrif fyrir okkur, reyndar þetta nú búið að vera í umræðinni mörg ár og alltaf sagt að allt sé að fara til fjöldansinn en það virðist nú ekki verið í dag allavega en svo spurningi hvað verður þetta fólk sem þetta vinnur. Í dag kannski getur það fengið nóg atvinnu en margir ófaglærir eru þannig að þetta slæmt mál eitthvað síðan. Brotthvarf hersins mun ekki eingöngu hafa áhrif á þá sem vinna á varnarstöðinni því Bandaríkjamenn af vellinum hafa sótt margs konar þjónustu til nágranna sveitarfélagana. Meðal þeirra sem gætu fundið fyrir áhrifum brotthvarfsins eru veitingamenn þar sem Bandaríkjamenn hafa verið dyggir gestir í gegnum tíðina. Ingólfur Karlsson á veitingastaðnum Langbest í Keflavík segist þó ekki kvíða framtíðinni og hefur sterkar skoðanir á málinu. Vissulega held ég að sumir hérna á svæðinu verði fyrir miklum áhrifum. En svona almennt myndi ég segja að hjá mér verði ekki nei, það verði ekki mikil áhrif. Ég treysti hérna á bæjarfélagið og allt þetta góða fólk í bænum hérna, það það sem uppistaðan í mínu rekstri. Almennt talið þá held ég kannski fyrir það fólk sem vinnur upp á flugvelli. Að það fólk kannski myndi ég telja að margir séu svona lausur ákveðinni gíslingu. Ég tala nú mikilvæg reynslu þar, ég vann nú sjálfur fyrir herinn í 12 ár og ráðningarsamningarnir sem eru með við Íslendinga eru flestir upp á 3 til og allt niður í 1 mánuð og að vinna undir svoleiðis smáttir lengdar alls ekki jákvætt. Þannig ég tel að við ættum að stíga skrefið til fulls og álita þetta bara ákveðin léttir, við erum lausur úr gíslingu og fara að einbeita okkur bara að byggja upp okkar samfélag að einhverju viti. Ég held að þetta hafi ekki þessi óbóðslega áhrif eins og menn halda núna allt í einu að það muni hafa. Hvað vilt þú sjá hér söður frá í tengslu við atvinnu uppbyggingu framar öðru? Já, það náttúrulega þetta opna gríðarlega möguleika og það spennandi tími framöndan og ég held að við Íslendingar ættum að sjá það loksins núna að við erum bara að treysta okkur sjálf og
Það má varpa þeirri spurningu fram líka að hvað stendur eftir að þessum varnarsamningi sem hérna frá. Þýðir þetta það að kaninn sé alfarinn, en samt eru þeir hér með áfram leyfi til þess að koma eins marga hermenn og vilja í viðbót ef það hentar þeim. Það þýðir það að samfélagið okkar hérna í kringum flugvöllinn, þetta þekkt fyrir bara í Bandaríkjunum líka, að það þarf að víkka út og draga saman eftir þeirra henduleika. Og menn sem að standa í samningaviðræðum við varnarliðið og þessa kappa þarna í Washington, að þeir verðum alltaf að spyrja sig líka því að við verðum að fá tryggingu hér fyrir framtíðinni hjá okkur. Og mér finnst alveg sérstaklega stórt atriði að við ættum þá frekar að losa þá alveg út og treysta okkur sjálf heldur en að vera með þá áfram hérna. Já, það er ótt að segja málefni starfsmanna varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli séu málana þessa dagana. Og núna hérna klukkan 5 er að hefjast fundur í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, en rétt fyrir fundin hittu við frumalendur þá Árna Sigfússon og Geir Haarde utanríkisráðherra. Við náttúrulega leggjum áherslu á að yfirtaka Íslendinga á rekstri flugvallarins geti gengið snurðulaust og vandræðalaust fyrir sig, og það er engin ástæða til að halda annað en að svo að verði. Þarna er hópur af lykilstarfsmönnum sem að munu vonandi halda áfram að sinna þeirri þjónustu sem þeir hafa veitt. Og við tökum þetta skref fyrir skref í sameiningu yfirvöldin hérna suður frá og svo ríkisstjórnin. Hvað með hluti, þætti eins og álver? Já, það er náttúrulega dálítil framtíðarmúsík, en þeir aðilar sem að þar er að hluta máli taka það mál mjög alvarlega, og ef það er hægt að fá orku í það verkefni og koma því fyrir innan okkar hagkerfis á skynsamlegum tíma, að þá sé ég ekki tvíti fyrirstöðu að Norðurál hæsli sér völl hérna á þessum slóðum. Hér eru 140 manns búin að vera á námskeiðum hjá okkur og líka vel. Það eru milli 70-80 manns þegar búin að fá störf sem að störfuðu hjá varnarliðinu. Þannig að þetta lítur allt svona nokkuð vel út núna, þó að það sé nokkuð langt framundan vegna septembermánaðar. Þannig að það er þá allt í svona þokkalegu málum, getur við sagt. Já, eins og lítur þetta ágætlega út, en ég hvet starfsmenn varnarliðsins til þess að huga alla að sínum málum vegna þess að uppsagnarfrestur, hann rennur út í september, og þá er mjög mikilvægt að menn séu búnir að huga að svona flestum atriðum. Já, ef við förum 10 ár aftur í tíman, það leyti sem að þið fáið tilkynningu það varnarlið er að segja bless. Við erum að fara, segja þér, með manni og mús. Hvernig tækluðu þið málið í bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem svona stærsta bæjarfélag á svæðinu með flesta íbúana í vinnu og fyrirtæki og annað sem að tengdust og voru að veita þjónustu hérna hana. Hvernig var andrúmsloftið hjá ykkur? Sko, sem betur fer, þá vorum við búin að undirbúa ákveðna þætti í þessu. Við vorum búin að skoða hvernig við ættum að bregðast við ef að þetta gerðist. Það er að segja hvaða tækifæri væru hér á flugvellinu og hvernig mætti nýta þau. Þannig að við fórum bara strax í þann gír að bregðast við því. Það voru, við sáum fram á þessu 100 manna sem reyndu svo vera 1100 mann sem mistu störf sín, og flestir gerðu það á 6 mánuðum. Þetta var náttúrulega gríðarlegt áfall. Þannig að það var svona stóra áhyggjuefnið. Ekki kannski það að okkur tækist ekki að vinna með öðrum hætti úr þessu. Við kölluðum til forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Við lögðum fyrir þá ákveðið plan. Þannig að það bara strax á rúmlega viku eftir að þetta gerist að þá er farið að setja upp þetta plan. Þannig að í sjálfu sér held ég við höfum brugðist rétt við, en auðvitað var þetta mikið áfall, og svo núna þegar við horfum tilbaka 10 ár, hvað hefur gerst. Ég held að það hefur verið gríðarlega mikilvægt að þróunarfélagið var stofnað og ríkið setti þetta verkefni af stað. Ríkið fékk auðvitað þessar eignir nánast gefins til sín, allar þessar eignir varnarliðsins. Sveitarfélagið kom til móts við þessa stöðu. Við gáum eftir öll fasteignagjöld af eignum sem væru þá ekki seldar af ríkinu eða búið að leigja út af ríkinu. Þetta var reyndar sett í lög. Við höfum kostað og rekið skóla, grunnskóla og 2 leikskóla, og svo náttúrulega þurft að standa frammi fyrir þessum atvinnumissi svo margra sem voru hjá okkur. Þannig að þetta var svona fórnin sem að við vildum færa. En það sem við sáum gerast í þessu var að það sem þróunarfélagið hefur raun og veru kennt okkur er að flugvöllur er ekki bara einhvers konar samgöngustaður. Þetta er í raun og veru bara hagvaxtar smiðja, og þetta er verkefni sem skilar nánast er eins og segull, dregur að sér mjög skemmtilega og spennandi fjárfestingu langt út fyrir flugvöllin.
og það það sem við sjáum vera að gerast. Þannig að núna þegar maður horfir á það að ríkið sé að selja þessar eignir, við lögðum fram fórnir, við sögðum fórnin þess virði vegna þess að við munum fá það tilbaka í fjárfestingunni og öllu þessu öfluga sem þetta á að skila. Nú ríkið að selja þessar eignir, það að fá hreinan hagnað 10 milljarða. Ætlar þá ríkið virkilega að hirða þennan pening út af svæðinu í sína hít eða ætlar að leggja þetta í áframhaldandi uppbyggingu þessarar hagvaxtar smiðju sem ég segi að flugvallarsvæði sé. Þetta stór spurning og þessu þurfa stjórnmálamenn að svara núna fyrir kosningar. Nú þegar þið eruð á lokastigi að selja síðustu eignirnar, eru komnar eitthvað tölur? Sérðu fram á hvað verður mikið eftir á peningum? Já, okkar upphaflegu áætlanir gerðu ráð fyrir því að ríkið væri að halda á 10 milljörðum í nettóhagnað út af verkefninu. Síðan náttúrulega eins og ég segi, búið að vera burðast með verkefni náttúrulega í töluvert langan tíma, það sem var nokkuð erfiður og náttúrulega mikið fjármagn fór í rekstur en eins og þetta lítur út í dag þá lítur það þannig út að við séum nokkuð deginn að enda á þeim stað sem við ráðgerðum að ríkið muni halda á 10 milljörðum í nettóhagnað, það að segja þegar búið að greiða fyrir allan kostnað í tengslum við þróun verkefnisins. Ertu með skoðun á því hvernig eigi að ráðstafa þeim peningum? Já, auðvitað þetta viðfangsefni pólitíkusa að taka ákvörðun það og auðvitað ríkisfjármálin virka þannig að það ákveðin prósess í því hvernig peningum útdeilt og þessi peningar sem við höfum verið þá að skila til ríkissjóðs að þeir náttúrulega renna bara þar inn. En ég myndi segja að það séu gríðarlegir hagsmunir fyrir ríkið að skoða þau tækifæri sem eru hér framundan og þeim peningum sem ríkið að innleysa allavega einhverju marki að þeim yrði mjög vel varið í áframhaldandi uppbyggingu hér á svæðinu. Því það myndi þýða enn meiri tekjur fyrir ríkissjóð á komandi árum. Því eins og ég nefndi áðan að þá alveg ljóst að margar þjóðir hafa verið að nýta þessi svæði og flugvöllin sem vélar fyrir hagvöxt en það þýðir náttúrulega það að það þarf að fjárfesta í vélinni. Og ef að það væri gert að þá algjörlega klárt að það myndi skila ríkissjóði enn frekari ábata í tengslu við þau verkefni sem hér myndi rísa. Og eitt sem líka vert að benda á að mörg af þessum svæðum sem við skoðum í byrjun og höfum verið svona að bera okkar verkefni saman við erlendis að þar erum við að tala þjóðir sem hafa jafnvel skilgreint þessi nærsvæði flugvallarins sem í raun og veru vél fyrir hagvöxt að þeir hafa nýtt flugvöllin og nærsvæðin til þess að knýja hagvöxt í landinu. Og ég held að margir átta sig ekkert á því hversu mikil tækifæri felast í vel tengdum flugvelli eins og við höfum. Fólk vill einhvern veginn líta ofta á það sem sjálfgefið. En það algjörlega ljóst að fyrirtæki í alþjóðlegri starfsemi að þeirra tilverugrundvöllur yrði miklu flóknari ef að væri jafnvel 1 til 2 flugtengingar sem þeir hefðu að velja úr eins og gjarnan staðan fyrir mörg 300.000 manna samfélag út í heimi. En það að 300.000 manna samfélag eins og okkar hafi upp undir 80 flugtengingar að það skapar tækifæri sem eru svo miklu stærri heldur en samfélagið okkar segir til Og þetta myndi ég segja klárlega að væri framtíðarverkefnið að vinna úr þessum tækifærum sem við höfum. Segjum að dagurinn í dag marki endalokin á starfsemi bandaríska hersins á Keflavíkurflugvelli því síðustu þyrluna á hans vegum hér á landi var nú fyrir hádegi komið fyrir í stóri flutningavél sem flaug með hana til Englands. Það var því söguleg stund á Keflavíkurflugvelli í morgun því hér með allri eiginlegri starfsemi varnarliðsins lokið á Íslandi enda búið að loka nánast allri starfsemi þess á varnarsvæðinu. Þetta síðasta útibú ef svo má segja, það endaði líkt og að byrjaði hjá þessari sveit. Hún byrjaði seint á árinu 1971 sem útibú frá einmitt móðursveit sem var staðsett í Englandi. Já, þetta markar endalokin á Keflavíkurflugvelli. Herþyrlan á leiðinni í flugvél frá Keflavík. Það eru tómar götur og hús á Keflavíkurflugvelli, sjón sem minnir kannski á söguna Palla sem var einn í heiminum. Samkvæmt áætlun brottflutning Bandaríkjamanna frá Íslandi á aðeins eftir að smella í lás í mötuneyti sem var endurbyggt fyrir 200 milljónir króna í fyrra og bensínstöðinni, en þar fengust ódýrustu bensínlítrar á Íslandi. Síðasti fáni Bandaríkjahers verður dregið niður í Keflavík laugardaginn 30. september. Já, það mikið verk framundan hjá þróunarfélaginu og margt stórt í boði hér á Keflavíkurflugvelli eins og þetta stóra flugskýli, eitt af 2 stærstu húsum á svæðinu.
Á Keflavíkurflugvelli eru 300 byggingar, meðal annars 100 fjölbýlishús sem flest eru í mjög góðu standi og í raun fasteignir heils bæjarfélags að ræða eins og kirkja, leik- og grunnskólar, sjúkrahús, skrifstofubyggingar og íþróttamannvirki. Það var margir sýnt þessu áhuga eða ekki? Jú, gríðarlegur áhugi. Það mikið af allskyns hugmyndum, af öllum stærðum og gerðum, allt frá því að vera svona hugmyndir nýtingu ákveðna mannvirkja upp í það að vera víðtækar hugmyndir þróun svæðisins. Og aðstæður hér á Keflavíkurflugvelli eru glæsilega fyrir íþróttaunnendur. Allskyns líkamsrækt, sund og körfubolti, you just name it eins og hefur sagt það. Markmið þróunarfélagsins að leiða þróun og breytingar á vellinum og mun það auglýsa á næstunni ýmislegt sem í boði og hægt verður að fylgjast með á heimasíðu félagsins kadego.is. Meðal annars mikill áhuga á flugrækinni starfsemi og ýta þannig undir vöxt alþjóðaflugvallarins í Keflavík. En hvað með allar íbúða byggingarnar? Við erum ekki að setja neinar íbúður á markað og við höfum þau fyrirmæli frá ríkisvaldinu að koma þessum eignum í borgaraleg not þó án þess að við setjum úr skorðum íbúðamarkaðin hér á Suðurnesjum eða þess vegna á öllu vesturhorninu og við náttúrulega erum í nánu samstarfi við sveitarfélögin það hvernig þetta getur allt gerst á skipulagan hátt. Kjartan, þú ráðin hérna sem framkvæmdastjóri þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Kadego, fyrir 10 árum síðan. Þetta var svolítið sérstakt verkefni sem að þið voruð að taka að ykkur. Þetta var mjög sérstakt verkefni og reyndar það náttúrulega algjörlega einstakt í íslenskri sögu að svona stórt þróunarverkefni hafi verið unnið, en það líka mjög sérstakt á heimsmælikvarða. Þetta svolítið merkileg staðreynd að þú varst hér með samfélag sem hér voru 2800 mann sem bjuggu þegar tilkynning kemur að eigi að loka stöðinni. Samfélagið fer niður í 0 á 6 mánuðum og svo upp í 2000 íbúa aftur á næstu 6 mánuðum. Þannig að innan við ári ertu með stöðu þar sem þú ert með úr 2800 niður í 0 og svo aftur upp í 2000. Þannig að þetta mjög merkilegt verkefni fyrir margra hluta sakir. Hvaða formúlu fenguð þið með í farteskinu? Í raun og veru hef ég svona oft sagt að bæði í gríni og alvöru að þetta var svo sem ekkert mikið skilgreint þegar við tökum við þessu. Þetta voru margir sem voru með ýmsar hugmyndir, hvernig væri hægt að nýta eignirnar sem hér voru og byggja svæðið upp að nýju. Og oft hef ég sagt það svona svolítið í gríni að þetta var nokkuð deginn þannig að við fengum bara afhentan poka af lyklum og mandati var það að gera eitthvað við þetta. Þannig að við höfðum ansi frjálsar hendur með það hvaða leiðir yrðu farnar. En það sem að bæði náttúrulega hafði verið unnin ákveðin greiningavinna á til að mynda lokun herstöðva áður en við komum hér að borðinu og niðurstaðan eiginlega úr þeirri vinnu var nokkuð deginn svo að þeim mun stærra hlutfall af einkaaðilum sem næðir í fjárfestingar inn á svæðið, fyrirtæki og fleiri slíkir að þeim mun betur myndi takast til í þróunni og það eiginlega svona grundvallar lærdómurinn sem við tökum frá því. Síðan til viðbótar förum við í okkar greiningar á því hverju möguleikarnir væru á þessu svæði út frá sambærilegum svæðum annars staðar. Þar vorum við ekkert að velta mikið fyrir okkur lokun herstöða, heldur miklu frekar því hvernig sambærileg svæði með sambærileg tækifæri til vaxtar, hvað væri lykillinn að því hjá þeim aðilum þar sem best hafi tekist til. Og þar náttúrulega flugvöllurinn ákveðin lykilpunktur í því, þannig að við höfum verið svona stilla upp okkar módeli í samræmi við tillögur sem að ráðgjafar unnu fyrir okkur sínum tíma, erlendir ráðgjafar og svona nokkuð deginn sambærilegt við það sem hefur verið rekið við Schiphol-flugvöll við Amsterdam. Að þar eru þróunarfélag í líkingu við þetta sem að svona grípur þau tækifæri sem að flugvöllinum fylgja og byggja upp út frá því. Hvað eru stærstu atriðin svona sem þú getur sagt okkur í stuttu máli á þessum tíma? Ég myndi segja að það náttúrulega fjölmargt sem hefur verið gert og eitt kannski sem þarf að horfa til að þetta snerist ekki bara einhverja atvinnuþróun. Þetta snerist líka að styðja við samfélag sem var náttúrulega ansi laska á þessum tíma. Þetta var gríðarlega stórt efnahagslegt áfall fyrir svæðið, margir sem voru mjög óvissir sína stöðu, höfðu mist atvinnu, mörg fyrirtæki hér í bænum sem horfðu fram á minnkandi viðskipti. Margt að því líka sem að kannski við þurftum inn í þróun okkar, þurftum við að fara í að greina og byggja upp og ég held að ef við horfum á eins og
hvað ólíkt við að gera svona verkefni hér eða til dæmis ef það hefði verið jafnstórt verkefni nær höfuðborgarsvæðinu, að þar ýmislegt í þeirri grunnþjónustu sem þú þarft að nýta til að mynda rannsóknarstofnanir og skólar og fleira sem til staðar. Að líklegasta leiðin ef að þú hefði verið innan borgarmarkana til að mynda væri að nýta bara þá þekkingu sem Háskóli Íslands hafði og tengja sig vel við það. Hérna þurfti að fara meira svona handvirkt í að búa þessa hluti til og þar af leiðandi var náttúrulega fyrsta verkefni okkar að leita eftir samstarfi við Háskóli Íslands. Það svona ákveðin grundvöllur í þessari þróun hér og eitt af því sem við lærðum af þessum verkefnum erlendis að ákveðin undirstaða undir efnahagsþróun að hafa svona akademískar tengingar. Þannig að stofnun Keilis eitt fyrsta þróunarverkefni okkar og ýmsir svona aðrir þættir sem við höfum byggt upp. Reykjanesbær kemur fljótlega hérna inn með alla þá þjónustu sem nauðsynlega bæði leikskóla og grunnskóla. Þannig að það kemur allir þessir undirstöðu þættir sem þú þarft til að búa til samfélag að þeir eru klálega svona einhver stærstu atriðin sem skipta máli í þróuninni. Síðan myndi ég segja að svona þessi megin póstar sem við höfum valið varðandi atvinnuþróun að þeir hafi gengið mjög vel. Að við sjáum eins og gagnavesiðnaðurinn blómstrar hér á svæðinu, hann hvergi stærri hér á landi. Það ekki vegna þess að þetta hafi allt dottið af himnum ofan, sko. Þetta eru aðferðafræði sem við skilgrendum. Þetta fellur inn að þessa ramma þeirra fyrirtækja sem við vorum að leitast eftir og höfum eitt sérstöku púður í að nálgast og markaðsetja svæði gagvart. Síðan erum við að horfa fram á eins og líftækniiðnað og slíka starfsemi fyrirtæki eins og Algalys sem hafa komið sér hér fyrir sem líka fellur inn að þessa ramma sem var skilgrendur á sínum tíma. Þannig ég myndi segja að fjölmargt í þeirra aðferðafræði sem við settum upp í byrjun hafi gengið eftir og algjörlega klárt að þessi búið að leggja líka góðan grunn að framtíðar uppbygging á svæðinu með þessum póstum. Sko. Talandi Keflavíkurflugvöll og áhrifin af það sem hafa orðið á undanförnum árum, meðal annars í tengslu við brotthvarf varnarliðsins, nú voru 10 ár liðin síðan það gerðist og það talað að Katego og Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar sé að skila af sér 10 milljarða hagnaði núna á næstunni. Suðurnesjamenn hafa mikið áhuga að vita hjá ykkur stjórnmálumönnum hvernig eigi að ráðstafa þessum peningum. Já, ég held kannski að það veri óvarlegt að vera búin að ákveða það núna, en það eru spennandi hlutir í gangi þar sem að sveitarfélögin tengjast miðnesheiðinni vilja gjarnan fara að gera langtímaplan atvinnuuppbyggingu og ég held að sé ekki óeðlilegt að tengja það að það fjármunir sem að sköpuðust út úr Katego og við getum kannski bara horft tilbaka á þessi 10 ár þó okkur hafi fundist hægt ganga framan af, meðal annars auðvitað vegna efnahagshrunsins og atvinnuleysis, að þá á 10 árum þó búið að gera alla þá hluti sem þarna hafa átt sér stað og það eru komnir hérna fjármunir sem gætu þá meðal annars nýst í þessa uppbyggingu, fjölbreytta atvinnuuppbyggingu á miðnesheiði sem kannski væri ekki eingöngu beintengd ferðaþjónustunni.